Framundan eru 3 erindi, virkilega áhugaverð og Pálína Pálsdóttir fær fyrst sviðið og ætlar að segja okkur allt verkefnið sitt Grógos geta gróðurs til að þola ágang gosefna. Ég ætla að segja ykkur stuttlega frá verkefni sem ég er að vinna að og það heitir Grógos. Og þetta er sem sagt samstarfsverkefni Landgræðslunnar og Náttúrustofunnar eins og Kristín kom aðeins inn á áðan. Og það byrjaði sem sagt núna síðustu áramót. Og já, þessi mynd efst hægri, hún er tekin af Ingibjörgu Eiríksdóttur og hún lýsir verkefninu mjög vel. Hún er eiginlega bara, segir næstu því allt sem segja þarf. En sem sagt, fyrsti hluti þessa verkefnis, hann var unnin af Landgræðslunni á svæði við og markmiðið var að þróa matskerfi til að meta viðkvæmni vistkerfa gagnvart öskufalli og áhrifum þess á mismunandi yfirborðsgerðar á líklegan flutning öskunnar. Og matskerfið átti sér að nýtast við skipulag landgræðsluaðgerða til að takmarka öskufok og sér önnur neikvæð áhrif á öskufalli. Og myndin er sem sagt úr skýrslu frá Landgræðslunni sem var gefin út 2017 úr þessu verkefni og þið kannski sjáuð að rauðu svæðin, það eru sem sagt viðkvæmustu svæðin, grænu svæðin eru sem sagt þolnust. Og það var sem sagt gert ráð fyrir því að sambærilegt verkefni yrði unnið á áhrifasvæði Kötlu en það var ákveðið að gera breytingu á þeirri áætlun og færa verkefnið yfir á áhrifasvæði Skaftárhlaupa. Gerist ekkert? Ok. Og þið sjáu þarna myndir nokkrar og þetta er sem sagt tekið við Skálarheiði, myndir sem er til vinstri og svo tekið upp með Brest, myndin sem er þarna efst til hægri og svo niðri til hægri, það er líka Skálarheiðin. Þetta er sagt eftir hlaupið 2015. Og bara svona örstutt áhrif Skaftárhlaupa. Þetta er svo sem allt eitthvað sem við í sjálfu sér hérna heima fólk vitum en svona aðeins að fara yfir það. Það hefur náttúrulega gríðarleg landmótun átt sér stað af völdum Skaftárhlaupa, miklar breytingar á gróðurfari og að hlaupum loknum situr eftir aur sem er svo uppspretta fokefna. Og þetta hefur allt áhrif á samgöngur, landbúnað og ferðaþjónustu og almennt má í rauninni segja að Skaftárhlaupin hafi mjög neikvæð áhrif bæði á gróður og lífsgæði íbúa. Verkefnið verður unnið á svipaðan hátt og gert var í þeim hluta sem unnið var í nágrenni Heklu og þetta eru þeir þættir sem eru meðal þess sem lagt verið upp með að skoða og það er sem sagt yfirlit yfir útbreiðslu hlaupvatns, sets og áfoks, hvernig bregst mismunandi gróður við þessum 3 þáttum, áhrif vinds og hrjúfleika yfirborðs á flutning fokefna, skiptir hæð gróðursmáli, áhrif árstíma Skaftárhlaupa. En við vitum náttúrulega árstími getur haft mismunandi áhrif á gróður. En markmiðið með verkefninu er bara ástand gróðurs, hvernig það þolir hlaupvatn, set og fokefni og finna út hvaða svæði eru í mestri hættu og hvað er til ráða. Og safna verður fyrirliggjandi gögnum útbreiðslu flóða, dreifingu sets og síðkomna dreifingu fokefna frá setinu ásamt upplýsingum gerð og ástand vistkerfa áhrifasvæði Skaftárhlaupa og land á flóðasvæðum verður sem sagt greint með tilliti til getu vistkerfa til að þola ákomu, hlaupvatns og sets sem berst með hlaupum ásamt getu til að hindra dreifingu fokefna frá setinu. Og það verður meðal annars gert með vettvangsskoðun og samtali við heimamenn. En niðurstöður verkefnisins verða svo nýttar til þess að gera vistheimtar aðgerðir á svæðinu markvissari þannig að aðgerðum verði beint inn á þau svæði þar sem það skila mestum árangri. Og ég setti hérna inn spurningalista sem búin var til fyrir heimamenn og það er rauninni langt komið af stað, hefur verið unnið núna í vetur og þetta er rauninni þeir heimamenn sem verða fyrir mestum áhrifum eða svona beinum áhrifum af Skaftárhlaupum. Og þið sjáu þarna það er bæði verið að spyrja út í mismunandi gróðurflokka og mismunandi gróðurtegundir og eins hvernig uppgræðslu Landgræðslunnar hafa verið að koma út.
hérna er rauninni bara svona aðeins framhald á því, bara ástandsflokkun á gróðri, bæði eftir Skaftárhlaupið 2015 og í rauninni eftir áfok að því loknu. Og hérna er svo bara svona aðeins niðurstöður úr því sem er komið nú þegar úr þessum spurningalista, bara svona til gamans. Þetta er svona það sem allir voru sammála að þetta er náttúrulega verið farið yfir víðan völl og það er svona, já, koma mörg sjónarmið þarna fram og þannig að það er allt bara mjög gagnlegar upplýsingar. En það er sem sagt hafa allir talið að gróður hafi breyst frekar til mjög mikið á áhrifasvæðinu og hærri gróðurtegundir séu líklegri til að lifa af. Þá voru að tala kannski birki, víði, melgresi, lúpínu, sem sagt allt sem er, já, alla lægri gróðurtegundir þær muni kaffarast undir örnum og mosinn sé í rauninni þar vestur, hann þoli síst hlaupvatn og ur. Og þá töldu eiginlega allir bara mjög mikilvægt að notast við gróðurtegundir sem myndi mynda þéttan spörð og sinu. Það er líka, skiptir mjög miklu máli. Já, ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra, bara svona örstutt kynning. Okay. Takk fyrir þetta kærlega.